Góðan daginn og velkomin í hluthafaspjallið. Sigurður Már Jónsson heiti ég og sitt nú hér bara í stúdíóinu okkar í Ármúlanum, en félagi minn Jón G. Hauksson, hann stattur út á Íberíuskaga, einhvers staðar nálægt þar sem gullskipin koma inn, og við ætlum aðeins að svona brytta upp á þeirri nýjung að svona gera þetta hálfgerðu alheimsspjalli og fara hérna yfir málin svona eins og okkur lagið. Í seinni hluta þáttarins kemur Helgi Vífill Júlíusson, hlutabréfagreinandi hjá EFS Reitun í spjall, og við ætlum svona meðal annars aðeins að rýna í það sem að gerast á bankamarkaðinu með fyrirhuguðum sameining þar. En Jón, fer ekki vel það úti? Þú er svolítið hátíðlegur þarna, það er gullskip og sem sagt og golf, ef við ekki að segja það. Það er nú svona það sem það komur reyndar mjög mikil rigning hérna áðan og steipir regn hérna á Alicante svæðinu. Það er nú gott fyrir gróðurinn. Það er gott fyrir gróðurinn, hefur gjarnan verið sagt. En við skulum bara vita okkur í þetta. Það er auðvitað Kauphöllin, þar hafa verið hækkanir undanfarna daga. Þetta grafið tekið núna, þetta sem sagt grafið miðan dag. Við sjáum það að hún hefur verið að rétta úr sér, og við sjáum það líka, og við höfum oft talað það að hvort það séu svo kallar hausthækkanir. Haustlægðir segjum við í veðrinu, en hausthækkanir, og það hefur sýnt sig aðeins að það hefur gerst á undanförnum árum og gerist áberandi. Þetta sýnir okkur eitt ár, það sýndi sig í fyrra að þá fór þetta að hækka haustið og svo náttúrulega fjall þetta niður og Kauphöllin hefur kannski ekki alveg náð sig jafnvel á strik hér í sumar eins og annar staðar, og við höfum að séð og höfum rætt það áður. En allavega þá eru tvö fyrirtæki sem að minnstakosti hafa hækkað hressilega síðustu daga. Við höfum náttúrulega talað gull og græna skóga, það er nú ekki mikið græna skóga á Grænlandi. En Amarok þar að grafa og þeir hafa hækkað hressilega undanfarna dag. Jón, það bara, við náttúrulega tengjum það beint við það að Eldur Ólafsson, forstjóri fyrirtækis, var hérna í viðtali í síðustu viku. Við vorum búin að vera lengi að bíða eftir að fá hann til okkar, og mjög skemmtilegt viðtal, og síðan hefur hann bara síðist með bréffélagsins hafa hækkað heil 25%. Við höfum stundu verið að tala um það, Siggi, að það sé áhrif okkar séu mikil, en það sem í gangi kannski við erum ekki í því að tala upp hlutabréfaverð, en þetta aðgjörlega svona. En þar allavega kannski ástæðan svo með framleiðsla þar þeir eru búin að ná ársframleiðslunni núna 2025 og þeir eru að setja sér ný viðmið, og það er ljóst og það er líka annað að það komum fram í þessu viðtali við þig, mjög fínu viðtali í síðasta þætti hjá okkur, að lykillinn svona jafnvel að náma greftri og ýmsum málmum kannski að fara í gegnum það er nú þannig. Nú svo annar svona þáttur í þessu, og gull hefur verið að snarhækka á árinu svo sem, en það hefur hækkað verulega á síðustu dögum, og það kann að hafa beina áhrif á Amarok, sem nú reyndar skráð bæði hér á Íslandi auðvitað og svo Kanada. Já, og á litla markaðinum í London líka. Já, á markaðinum í London. Og það er kannski eitt í þessu hvers vegna gullið að hækka svona, og það er nú verið svona ýmsar kenningar með það, vegna þess að það er athyglisvert sko að sama tíma það eru methækkanir vestra og í Evrópu og mörkuðum, þá gullið líka að hækka. Þetta ættum kannski ekki alveg að spila saman, en mennur það er jafnvel kenningar það núna að það sé svona eitthvað að gjaldmiðlar muni jafnvel falla og þeir muni finnast, dollari muni jafnvel falla á næstu vikum og mánuðum og sem á í Evrópu, en nú ef að dollar og gjaldmiðlar finnast eitthvað, og þá gullið sterkt, það finnist ekki svo. Þannig að þetta er svona skemmtilegt. Já, þetta er náttúrulega svona hrávörumarkaður og gullið lítur sérstökulega lögmálinu. Það er reyndar talandi hrávörumarkað, ég sá að hérna kakó sem súkkulaði okkar gert úr, það hefur verið að lækka talsvert undanfarið, en það hafði hækkað mikið. Þannig að það eru við erum nú ekki mikið að fjalla hrávörumarkaði hérna alla jafnan,
kannski mestu gullið með vísun í Amarok en það eru þarna alls konar hreyfingar á þessu mörkuðum. En það geti líka verið athyglisvert að taka inn fleiri. Ég gerði það nú þegar oft á frjálsri verslun og ekki talað og svo þegar ég var með viðskiptasíðu DFF hérna í gamla daga 1985 eða hvað það var sem ég sett á laggirnar að beiðni Jónasar Kristjánssonar og LS að þar tók ég oft fyrir olíuna og sykurinn og álið skiptir auðvitað okkur miklu máli og hérna, ég sá nú reyndar frétt það í dag að drottningin í álinu og hérna á Íslandi Rannveig Rist ætlar að hætta sem forstjóri Ísal, sem ég kallaði hann alltaf. Á næsta ári. Rio Tinto á næsta ári. Já, hún er búin að vera hérna í hvað hátt í 30 ár heldur sem forstjóri. Já, þetta er búið, hún hefur staðið sem mjög vel þarna og verið þarna. Þetta er allavega, svo annað fyrirtæki sem hefur hækkað líka mikið, það eru þetta Sputnik fyrirtækið sem í rauninni svona í Bandaríkjunum með þetta og það er Oculus og hérna þar eru pælingar að þeir voru að fá, var það ekki hérna skráningu núna á lífi sem menn telja jafnvel að eigi eftir að gefa fyrirtækjunu 2-3 milljarðar bandaríkjadala bara. Já, svo er komið í skotlínu svona, menn farnir að velta fyrir sér að það sé líklegt jafnvel til yfirtöku sem að getur svona kitla markaðin, svona vangaveltur. Það er nefnilega einmitt, þetta er svolítið skemmtileg pæling hjá þér vegna þess að oft þegar að þetta svona nýsköpunar fyrirtæki og Sputnik fyrirtæki, þegar þeir eru loksins, þetta ferli frá því að vera nýsköpun yfir því að vera framleiðandi og þá ertu komin að því hvenær koma jafnvel stóru sjóðirnir sem við þurfa að fjárfesta í svona öruggum tekjum, taka ekki alveg eins mikinn séns á að vera í nýsköpuninu og styðja við bakið á meðan að þetta er að þróast. Þannig að það er ekkert ólíklegt að það séu sjóður og einhverjir rísar sem komið þarna og séu handan við horni. Við þekkjum þetta frá Kerecis sem að náði sér verulega strik og var svo yfirtekið. Ein hyrningur, svo kallaður, $1 billion sal á því. Þannig að þessi félög sem við höfum talað mikið bæði Amarok og Alvotech líka, það reyndar ekki að hækka í dag en Oculus sem að menn hafa svona haft mjög jákvæðan áhuga á í kaupalölu, þau eru svona mestuleita að standa sig núna. Já, það er líka, svo kannski er annað sem hefur vakið athygli og það er auðvitað þetta með að nú er meiningin nú er Skaginn og Íslandsbanki í viðræðum og sameiningaviðræðum. Já, ég ætlaði einmitt að fá Helga Vífil til þess að ræða þetta svolítið hérna eftir. Þarna er nú ekki, ég sé ekki fram á að tekjumótilið sé að batna neitt þannig en það gæti verið að þarna sé ykkur kostnaðarsamlegð sem að liggur þarna baki, hvernig sem menn fá þessa 2 milljarða út við að sameinast, að það lítur að vera skorið niður og það lítur að vera ykkur kostnaðarsamlegð. Já, það er fróðlegt að rýna aðeins svona í það, en þetta er augljóslega bankamarkaðurinn er á hreyfingu, þar eru menn að skoða sameiningar á fullu núna og áhugaverðir. Já, og auðvitað náttúrulega er Kvika og Arion og við sáum nú bara að það var viðtal í Morgunblaðinu sem er athyglisvert, það er að segja hvað Kvika gengur vel núna í Englandi, London. Já, stort viðtal við Ármann Þorvaldsson og þeir eru, það er nú eitt af því sem að kannski gulrótin aðeins í þessu að Kvika hefur náð að hreiðra sig í Englandi. Þetta spyrja menn sig hvernig getur íslensku banki sem að nýtur kannski ekki sömu fjármögnunar kjara og erlendu bankarnir náð að komast inn á markaðin þar sem er atvinnusvert. Ég held að sé tvennt sem stuðlar að því. Annars vegar er bara hreinlega þekking og sambönd Ármanns Þorvaldssonar á bankaumhverfinu í Bretlandi sem að skipti gríðarlega miklu. Og hitta, þeir eru að sikta á svona fyrirtæki sem eru kannski undir radarnu hjá stóru bönkunum í Bretlandi, sem minni fyrirtæki og nú eins og segi, Kvika hefur ekki sama aðgengi að lánsfé og bresku bankarnir myndi ég halda, ekki jafn góð kjör, en þeir geta
með svona útsjónarsemi fundi þarna kannski rétta viðskiptavanna hópin sem að bankar í Bretlandi hafa kannski ekki sinnt eða haft áhuga á. Það þarna líka hluti af skýringunni að þeir keyptu fyrirtæki sem tengist fasteignamarkaðnum og sem sagt þá í lánastarfsemi en tengist þar, en það fór frekar illa af stað, las ég en hefur svona verið að rétt úr kútnum og koma mjög sterkt inn, en það breytir því ekki að sko ef að Arion kemur þarna inn og þá spyr maður sig bara sko, þetta svona kannski fyrsta skref á einhverju útrás, sem sagt frekari útrás vegna þess að Kvika búið að taka þarna ákveðið skref, en það eru bara mjög fróðlegt að sjá þetta. En það allavega miklar hræringar, Íslandsbanki og Skagi að tala saman og sjá fram á mikla samleið væntanlega gegnum kostnaðinn og ekki síst þá kannski fjármagnskostnað, og það sama með Arion og Kviku og þar það kannski fyrst og fremst að þú komið með svona stærra batteri að þá færðu betri kjör erlendis, það einhvern veginn svolítið og betri kjör og lægri vexti. Já, einmitt. Heyrðu, hvað hefur að kíkja á breytingar í Kauphöllinni? Svona, já, það bara ég setti þetta upp ég sló þessu upp þetta reyndar aðeins í morgun, já, það sem sagt þetta bara sjáum hvaða fyrirtæki eru græn sem sagt í Kauphöllinni, og þegar við sjáum að Amarok hefur vinningi núna síðastliðinn mánuð og eins og þá og nú þetta sýnir okkur svona JBT Marel þarna hefur hækkað 5% en að öðru leyti við sjáum kannski Icelandair hefur farið þetta upp og sem sagt nýtur þá góðs að því vantilega að Play sé dottið út af markanum. Við sjáum þarna Eik, nú Kaldalón og við sjáum líka Reyti þarna og fasteignafélögin. Heimar að vísu eru þá þarna hinum megin sko, það var eitthvað aðeins skifið eftir sá ég var. Það ekki mikið, þetta sem sagt -1% þar, þannig að þetta nú með þessum hætti. En það líka annað í þessu, og það auðvitað ef við förum aðeins yfir í þessa stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans. Við höfum verið svona með það svona í hverjum þætti hvort að Ásgeir og sko hvort að Seðlabanki og fjármálaráðuneyti séu að tala í rauninni saman. Það nú bara þannig hvort að Ásgeir og Daði séu að fara í sitt áttina. Ásgeir með háa raunvexti og allir kalla eftir lækkun raunvaxta og meðan að hinn hefur verið svolítið á bensíngjöfinu og að auka útgjöldin. En þá komum við líka að því að hann líka og þessi ríkisstjórn virðist vera núna allt í einu komin svolítið í þennan gír sem margir hafa óttast og kannski byrjaði með veiðigjöldunum. Þú varst með mjög skemmtilega setningu þarna daginn sko þegar verðandi þessu auka gjöld sem búið á bankana, veiðigjöld bankakerfisins. Nú sjáum við það að ferðaþjónustan farin að örvænta, það stendur til að hækka til dæmis bara verð á bílum og það gefur áhrif á bílaleigubíla og það hefur áhrif þá á verð á bílaleigubílum. Þannig að það og Ásgeir talar núna kólnun kerfisins. Þannig svolítið athyglisvert sko, við höfum verið að tala það og sýnt það bara lið fyrir lið, ársfjórðung fyrir ársfjórðung að síðustu 7 ársfjórðungum eða frá loka ársfjórðungi ársins 2023 þá hefur í 5 ársfjórðung af síðustu 7 þá hefur verið neikvæður hagvöxtur, það hefur verið samdráttur. Þannig að þegar menn allt í einu að ræða með það núna, það kulnun eða kólnun, ekki kulnun, það skilt orð svo sem ekki það, en meira á mannusviðinu að þá gæti það þýtt svona að sem farið að horfa á aðra þætti. Við erum að sjá 400 mann sem var sagt upp á Play, atvinnuleysi að væntanlega þá aukast eitthvað og við erum kannski að tala 1000 manns sem hafa verið að missa vinnuna að undanförnu. Meðal annars í tengdum fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi og þess áttar. Þannig að það svona hvað ég að segja, það ekki bara kólnun, heldur það líka
það líkur á því að það sé farið að horfa kannski á aðra þætti heldur en bara verðbólgu. Spurning, sko, Ragnar Árnason hefur meðal annars hagfræðingur hefur meðal annars rætt þetta, hvort að þegar þú ert að taka Seðlabankinn, jú, hann horfir bara á verðbólguna, en eru menn kannski farnir að tala þá það að það að myndast aukið atvinnuleysi, það eru neikvæður hagvöxtur 5 ársfjórðung af 7. Hvernig staðan á öðrum mörkuðum, gengi krónunar hefur hún ekki hjálpað til í allavega ferðabransunum eða atvinnugreinunum, þannig að það er svona spurning hvort að stýrivexti fara kannski jafnvel svona í framtíðinni. Við ekki, sko, mér varst þú reyndar ágætt orð hjá þér þetta kulnun inn í þessa umræðu, sko, ekki bara kulnun heldur kulnun líka, vegna þess að maður skynja það, sko, að það og mér varst, sko, harðari tónn í fulltrúum atvinnulífsins núna við þessa vaxtaákvörðun. Sigurður Hannesson var nú bara hreinlega nokkuð aggressífur og bara, hann var mjög aggressífur, hann var bara svona talaði, ég heyri nú að það er nú einhverjum sem hafa farið að kalla hann reiðasta mann atvinnulífsins. Þetta hefur verið einhverjar stúlkur sem eru með hlaðvarpsþátt sem er nú kannski ekki endilega rétt lýsing á Sigurði, en mér fannst hann vera svolítið að tala eins og maður sem við það að missa þolinmæðina og ég heyri það í fleirum og það er greinlegt, sko, að jafnvel þó yfirlýsing peningastefnunefndar sem birtist, sko, samhliða sé svona að sé þokast í rétta átt og annað slíkt. Ég held að, sko, það verði bara ansi harður tónn, sko, hvað, nú er 19. nóvember næsta vaxtaákvörðun og við erum að sjá bara svona taka mjög mikið innan úr ýmsum starfsgreinum, væntingar, við þurfum aðeins að fara yfir það hérna eftir, væntingar eru bara að minnka mjög mikið og jafnvel þó að Seðlabanki sé á verðbólgu markmiðunum, þá sko verður hann líka fara aðeins að vera framsýtt, sko, og hérna, þannig að þetta er auðvitað bara spurningur hvenar hann finnur þessa tímasetningu að koma þarna inn með vaxtalækkun. Og svo auðvitað ríkisstjórnin þar náttúrulega fara bara að átta sig á því að það sem hún er að gera í skattamálum og öðru slíku hefur bara afleiðingar. Og þannig að, sko, ríkisstjórnin, ég held að sé bara erfiðir mánuðir framundan hjá ríkisstjórninni, fari gegn með fjárlagafrumvarpið, tekið forsendur frumvarpsins greinilega í mikilli óvissu, þannig að þetta verða vandasamir dagar, en ef ekki að kíkja á hérna, þú varst með ágæta samantekt hérna væntingar sem eru bara þessa minni bjartsýni. Já, ég tók þetta saman í dag, þetta er tekið af heimasíðu samtaka atvinnulífsins og það er minni bjartsýni á meðal forstjóra á Íslandi og sýnir okkur það. Já. Við erum kannski, þetta er náttúrulega sláandi eins og þú sér þarna, sko. Þetta er þetta bara áhyggjuefni að sjá þetta, sko. Já. Þetta eru mennirnir sem eru með puttan á púlsinum. Förum aðeins í næsta graf. Þar sjáum við þetta kannski enn betur. Það eru verstar eru horfundar eða væntingarnar í sjávarútvegi og svo bara sýnir þetta sig. Það er iðnar og framleiðsla, það er nú Sigurður þá væntanlega. Þessi rauðmerta tala, hvað sýnir hún? Hún sýnir sem sagt inn í þessu grafi, ef þetta fer niður fyrir 100, að þá er jafnmargir, þá er það 0, sem sagt, þá er balans í sem sagt bjartsýnir og neikvæður. Ef það færi alveg niður í 1, sko, þá væri það bara svartnætti fram. Já. Þannig að ef eitthvað fer úr 143, þá er það sem sagt mikil bjartsýni, það er eitthvað góð bjartsýni. En fer niður í 46 eins og í verslunni, þá segir okkur það að það er bara, að þarna hafa menn verulegar áhyggjur. Það er bara svoleiðis. Þetta er sláandi og eins líka með Icelandair, hann er nú að kvast yfir því að það getur verið erfitt að reka, fá flugvélar á leigu. Það er náttúrulega alveg stórfurðulegt ef ríkisstjórnin í einhverjum, sko, viðbröðum við falli play ætlar að taka súrefnisgrímuna af því eina flugfélagis eftir er. Já, það er líka athyglisvert að þetta nær aftur á bak, þessi reglugerð. Og þetta sýnir okkur bara það að eina sem að ríkið hugsar
Það eru aðrir sem búa til verðmætasköpunina en ríkið bara að hugsa sig, fá þetta frá Advanía, Ísavía segi og svo frá lendingagjöldin. Og sé þetta slemt, þá næsta glæra frá þér held ég enn verri. Getur við? Já, þetta nú eftir þessi glæra kemur nú eftir samtal okkar í morgun, hækkanir á bílum sem blasa við og ekki nóg með það að þar erum við að tala sko að ríkið ætlar að ná sér í hvað 11 milljarða? Var það ekki? 7-8, ég manna ekki, bara út af þessa vörugjöld. Já. Þetta eru ég segi sko, þetta hlýtur að svona fara að bíta í sig hjá ríkisstjórnin ef hún ætlar að haga sig svona. Já, hún sem sagt að hækka skatta eiginlega á öllum sviðum og þetta er ríkisstjórn skattahækkana, hún er ekki að draga saman og þetta er ríkisstjórn sem einhvern veginn er farin að vera svona ógnandi við, sko finnst mér atvinnulífið og atvinnulífið er að missa trúna akkurat núna, það var í hæstu hæðum þarna áðan sáum við, sko í síðastliðið haust í kringum kosningar þar og hefur lækkað síðan. Þannig að það er stjórnendur að missa trúna og finnst að sér bara sótt. Sleggjan er bara beint í hausinn á skattgreiðendum. Já, sleggjan er svolítið bara það að búa til það er svoleiðis. Nú, hvað erum við að tala meira í þess að fara kannski vestur haf? Úr því að við erum með alþjóðadeildina á línunni frá Spáni, þá er ágætt aðeins að kíkja vestur haf, Jón. Já, sko það sem ég gerði núna áðan, það er náttúrulega Dow Jones búið að vera í methæðum núna undanfarið og ef við horfum á þetta línuritt þá er þetta nálgast 47.000, Dow Jones. Við erum líka þá í S&P sem er nú kannski það eru 500 stærstu fyrirtækin í Bandaríkjunum og þessi vísitala er oft talað hana svona sem meiri, hún er með miklu fleiri fyrirtækja bak þessu en Dow Jones og hún er líka í methæðum. Já. Og það er líka kannski, þarna vekur það athygli að á sama tíma og þetta er markaðurinn hátt uppi, að þá er gullið líka hátt uppi og menn að tala það að þessi gervigreindin, það er svona minni væntingar með hana og eins með vaxtalækkanir sem voruð í Bandaríkjunum daginn að það er svona kannski ekki að það skýli ekki alveg því sama og menn heldur. Nei. Heyrðu Jón, við erum búin að hlaupa ágætlega yfir sviðið. Er eitthvað svona sem þið finnst órætt hjá okkur? Já, kannski það er bara með place, við vorum svo búin að tala það mjög lengi en sko þegar gengið komið niður í 1 eða 2 að þá náttúrulega eru allir lífeyrissjóðir löngu búnir að afskrifa, skilurðu, sko, alltaf verið að tala skellinsi þegar það fengjum núna en þetta voru þeir löngu búnir að afskrifa allt sem að hét hlutsinn í place. Jú, það var náttúrulega skuldabréfa, einhver lífeyrissjóðir voru líka í síðasta rándi að lána til félagsins. Já, það er náttúrulega, það var mjög sérstætt að það geti verið lána þarna, við vorum nú búin að tala það hvort að Play myndi lifa til áramóta og það gerði það ekki en þeir fengu náttúrulega þetta lána línu upp á 2,8 milljarða og hún virðist bara ekki hafa dugað, það er bara svoleiðis. Já, þetta er alveg bara gerist svona eins og með bankarönn sko, þegar allt viðskiptavinirnir hætta að hafa trú á félaginu, við höfum nú alloft rætt Play hér síðasta ári síðan við byrjuðum og við vorum báðir ánægðir með þjónustufélagsins og reyndum nú að ræða af sko virðingu og varfærni en svo gerist það bara alveg í restina að kúnarnir hættu að kaupa á netinu og þá er þetta bara búið. Já, það er bara svoleiðis. Þegar traustið er farið, þá er allt farið. Því miður, þannig er það nú bara. Heyrðu Jón, ég er ekki bara góð í dag. Ég sleppi þér út í kvöldsólina á Spáni. Það var góð rigning og það er spáð hérna rigningu aftur á morgun, mikil rigning og allt það, veður horfur ekki góðar en það er saman, það er búið að vera frábært veður hérna og gott að spila golf síðustu dag. Er það gott að heyra? Við þakkum fyrir. Góðan daginn og velkomin í hluthafaspjallið. Sigurður Már Jónsson heiti ég. Félagi minn Jón Hauksson er ennstættur erlendis en við ætlum nú að reyna að vera í sambandi við hann við tækifæri.
hann heldur nú áfram að fylgjast með íslensku viðskiptalífi þó hann sé stattur á Íberíuskaganum. En ég hef fengið til mín ágæta gest, Helgi Vífill Júlíusson, hlutabréfagreinandi hjá EFS Reitun, og Helgi hefur nú verið hér hjá okkur áður og nú gamalt félagi minn úr fjölmiðlabransanum og er náttúrulega vinnur og starfa við að fylgjast með mörkuðunum. Helgi, við höfum leyft okkur hér að stundum að nota svona það að þegar við höfum að lýsa markaðunum að hann sé svona skorti sjálfstraust sem er svona ein leið til þess að lýsa því að hann er ekki að hækka mikið en við höfum séð svolítið smá viðbröð núna og það var svolítið gaman að því að var nú Eldur Ólafsson var í viðtali hjá mér í síðustu viku og það var eins og manni mælt Amarok búið að vera á miklu skriði síðustu daga og maður sýnist nú vera svona meira grænum tölum með rauðum í kauphöllinu núna. Hvað svona, við erum svona ganga inn í haustið, við erum með svona óljóst efnahagsumhverfi, stýrivextirnir óbreyttir og svona menn reyna að lesa í tóninn. Ég vil nú leyfa mér að halda að það verði svolítið erfitt fyrir Seðlabankana að hreyfa ekki við vöxtunum næst. En svona, ef þið byrja aðeins að líta yfir sviðið, svona, hvernig sérðu svona fyrir þér hlutabréfamarkaðið þróast næstu vikur og mánuði? Ef ég leyfi mér að spyrja það því. Það hefur svona verið dragbítur á hlutabréfamarkaðinum undanfarnu, síðustu ár að stýrivextir hafi verið afar háir og því hefur náttúrulega fólki bara liðið ótrúlega vel með að geyma bara peningin inn í banka og það kannski hillir ekkert alveg strax undir að það er aðstæður sem að breytast strax en svo eins og þú nefn og það er svona til dæmis maður sér það markaðurinn hefur verið mjög kannski að einhver leyti svona flæðisdrifin, hann virðist ekki verið drifin áfram því að virðismönd virðist það að verið upp til hópa bara frekar hagstæð en bara þegar fólki líður þetta vel með áhættulausa, bara með peningar inn á bankareiknum áhættulaust á mjög háum vöxtum að þá er fólk lítið að hreyfa sig en eins og nefnir svo til dæmis byrtast ykkur virðismönd til dæmis á Amarok sem til dæmis ná þó að hreyfa við hlutabréfunum og svo mjög skemmtilegt til dæmis yfirtökutilboð Íslandsbanka þá í Skaga sem áttu að hreyfa við hlutunum. Já, það kannski er svolítið merkilegt að þá kannski er athygli pílítið á fjármálastarfseminu og bankamarkaðin vegna þess að það er náttúrulega þess að sameiningaviðræður milli Kviku og Arion banka tala sameiningaviðræður, samrunni yfirtaka, þetta er alltaf svolítið svona skilgreiningatriði en svo kemur þetta upp og þeir hafðu nú þeir voru náttúrulega búin að vera í samstarfi Skaginn og Íslandsbanki og svona með ákveðna hluti og það er ekki með áramótin svona svo til eitthvað svona samstað sem er svona ég fengið svona góða skilgreiningu á hver fjárhagslegur ávinningurinn þar var en það var samt svona gott svona að segja smá speed dating með svona aðtöða hvort það sé gott fit eða prófum þetta samstarfa aðeins er menningin góð saman við að sjá góð tækifæri til þess að stilla upp og eftir svona smá tilrauna tíma getur við sagt þá er stíðið að skrefa bjóði félagið og ég held að það sé að mörguleiti heilla skref því að þeir hafa lengi verið að skoða það þá að bæta við, ég mynda mér, þeir eru alltaf verið að skoða að bæta við þessi tryggingafélagi og þau buðu þá í... Þú telur að þetta sé svona heilla skref fyrir hluthafafélagana þessar viðræður sem hefði náð saman? Já, það verður, því að til að mynda, byrjum að hvað maður segja útibúanetti til dæmis hjá Vís og Íslandsbanka, það út á landsbyggðin er að mörguleiti keimlíkt en þó það séu ekki stóru peningarnir, Og svo ef maður skoða til dæmis margfaldar, þeir eru kannski að kaupa þetta á 1,9 sinni bókvart virði þá í sameiningunni. Á meðan Sjóvá er núna markaði kannski 2,3, þannig að þetta aðeins ódýrara félag og þá varst að fá fjármálastarfsemina með. Þannig að samanlagt að þá nærðu að vera með eignastýringu upp á 800 milljarða í stýringu hjá sameinuðu félagi. Arion væri þá stærstur á því leitinu með 1000 milljarða í stýringu. Arion og Kvika eða
eða bara Arion 1 og sér eða? Já, Arion 1 og sér sko. Þeir eru áframstæðstir. Þannig að það er svo mikið stærðarhagkvæmni til dæmis í þessari blessu Þú telur að þessi félög falli vel saman, Skaginn og Íslandsbanki? Já, eins og ég segi, sko, útibúanettið í tryggingastarfseminni er gott. Já, svona fellur vel að hver öðru. Það er hægt að samnýta húsnæði og fleira og starfsfólk væntanlega. Og svo er svo mikið stærðarhagkvæmni í eignastýringu. Þannig að það verður þetta, hægraði verulega á kostnaðarliðinni hvað það varðar. Og svo er náttúrulega sameinaða félag til dæmis fjármagna sig á betri kjörum sem Fossar myndi að njóta góðs af og fleira, sko. Þannig að það eru verið tækifæri þar fyrir félagi. Þetta er mörguleiti svona, kannski skemmtilega þá biti hvað þetta varðar heldur en að þeir hefur bara keypt TM eða sjóa. Þetta varðar, sko. Já. Hérna, þannig að þú metur að svo að þetta sé hvað hluthafar Skagans fá það bil 15% í Íslandsbanka. Er þetta góð díl fyrir hluthafa Íslandsbanka? Já, eins og sé, það er tölvöld samlega að tækifæri í þessu, þannig að ég, sérstaklega í þá eignastýringunni, þannig að ég held að þetta sé áhugavert tækifæri, já. Og með þetta verðlag, ég meina, TM var keypt á það bil 2 með við efnislegt eigið fyrir sem horfa mikið til og nú er sjóa á 2,3 með við bókvartverði, þannig að vís er á, ef við bara horfum á vísi í þessum viðskiptum, sem er náttúrulega kannski þungin í verðmætunu, að kannski, við veitum ekki alveg Fossa og íslensk verðbréf, það er svona, kannski vikt ekki mjög þungt þær einingar, ég átta mig kannski ekki alveg á því, sko, en það er svona bara uppbyggingarstarfsemi, sérstaklega Fossa megin. Já, en þetta er svolítið merkilegt, sko, við höfum náttúrulega verið og Jón Guðni var nú í viðtali hér hjá félaga mínum, Jón Ingi Haugsinni fyrra árinu og þá var hann nú spurður út í þetta hvort að þetta samstarf gæti leitt til sameiningar og hann útilokaði nú svo sem ekkert eins og hefur nú komið á daginn þannig að kannski menn svona sáu eitthvað leiti hvað í stemdi svona þannig lagað. Já, það er svolítið hægt að fylgjast með þeim eftir þeir eru ekki lengur í eigu ríkisins að þá eru menn að byrja að teikna sér nýjar aðstæður. Sko. Já, þú sér það núna með Íslandsbanka að menn eru svona önnur vinnubröð aðeins. Já, ég held að það sé algjörlega að reyna að bregðast fyrir og breyttu eignarhaldi. Það er svona aðeins haldið aftur að þeim. En það eru bara, það þarf að binda mikið eigið fyrir hjá bönkunum, meira en erlendis hjá íslensku bönkunum og svo eru skattar hærri en hjá sambarlegum bönkum erlendis. Þannig að menn þurfa bara mikla starrarhagkvæmni, þannig að það er verið að líti kringum sig. Já, ég meina þeir náttúrulega reynda sameinast Kviku líka, fyrst býður Arion banki í Kviku og þeir koma með annað tilboð þá á móti. Já, Íslandsbanki reynda að þrýsta sér inn í það. Og þeir reynda að bjóða það vantilega í TM líka, sko, þannig að þeir hafa verið með augun opin og eru svona að stíga þetta skref. Já. Þannig að nú áttar maður sig ekki alveg á því hver leiðir þetta, sko, hluthafahóp í Íslandsbanka við þessa sameiningu verður náttúrulega svolítið athyglisvert að inn í hluthafahóp Íslandsbanka koma menn sem þekkja ágætlega til þar, Jón Ásgeir Jóhannesson og Bjarni Ármannsson sem eiga stóra hluti í Skaganum og verða þá stóri hluthafar í Íslandsbanka svona, það er svona pínlítið í ljósi sögunar, svolítið áhugavert og þetta hefur maður velt í fyrir sig sko hver stýrir fyrir þegar svo bendir á Íslandsbanki fara nú eigu ríkisins, hver er það sem að leiðir það? Ég myndi mér að segja miklu leiti það á stjórnendur bankan sem eru þá núna það eru stjórnendunir. Þeir séu að miklu leiti með það eitthvað ekki frítt spil en það er ekki eitthvað sko eigandi þá andandofan í hálsmánaðum þannig að þeir eru svona að leita að leiða að því maður er svona beð alltaf eftir hverjir ætla svona byggja upp einhverja stöðu í Íslandsbanka og vera svona leiðandi afl þar. En með þessum samruna þá ertu alltaf komið mjög áhugaverð að enga fjárfesta inn í sameina félag. Þannig að eins og þessi nefni, Bjarni Ármanns ætlaði er ekki 10. stærsti hluta með kannski 1,4% eða álíka. Sjávarsýn, já. Skela aðeins neðar. Og svo Sigurbjörn Þorkelsson sem er vanur bankamaður líka þarna stórinn í hlutaofnum. Þannig að ég held að þetta sé bara farsælt fyrir félagi að fá þarna mjög reynslumikla hlutafa þá. Já, ég held að ég geri allt
svona dýnamískara og áhugaverðara og það kannski, ég var nú vitna á þannig að hann var hjá mér síðustu viku, hann Eldur Ólafsson og hann var nú sko einmitt að tala það að hann með mikla starfsemi á Grænlandi og hann vill fá íslensku bankana aftur til þess að styðja við, hann auðvitað notast við, Landsbankinn sé hans stæðsti viðskiptabanki og hann var nú svona eiginlega hálfa hvetja til þess að íslensku bankandi færu að leita meira fyrir sér erlendis sem hefur verið svolítið bannorð út af svolítið sem gerist fyrir núna 17 árum síðan en allavega hafa svolítið hvatninga þetta kemur til þess að gera ungur stjórnandi sem ekki bugaður af sögunni og menn verða svona, nú enginn að hvetja til þess að menn fari í einhverja risavaxnar útrásir en það eðlilegt kannski að bankandi séu færir að fylgja sínum viðskiptavinum og sinna þessu, hvað mann segja, norður svæðum hér í kringum okkur. Það er mjög skemmtilega framtíðarsýn sko og líka að vera mann þurfa þá að vera í stakkbúni til þess að bjóða þá samkeppnishæf kjör í sínum lánveitingum sko þannig að það er svona og það kemur ákveðin stærðar það komið vantilega líka fram þú varst að sækja erlendis í þína fjármagnum sko og þú mátt ekki vera of lítill. Já, maður er kannski bjartsýnn þegar maður hlustar á menn eins og Eld tala með þessum hætti en svo þegar ég var nú vildið svo til að ég var á fyrirlestri hjá forráðamönnum samtaka félagi í fjármálaþjónustu það var nú meira að segja gamall samstarfsmaður okkar frá dögum viðskiptablaðsins Gústaf Steingrímsson sem er þar hagfræðingur og og þá verður mann pínlítið þunglindur sko aftur vegna þess að þar var bett á þann mikla kostnað sem íslenska bankakerfi ber sem sagt í eigin fjárkröfum og þar framöndu svona þyngsl sem og náttúrulega þessi sérstöku bankaskattar sem að sé nú miðað við stöðu ríkissjóðs að hann muni nú ekki hafa tíma að gefa frá sér en þá svona þyngsl sett á bankakerfi, þetta svolítið merkilegt að nú ríki farið út úr Íslandsbanka og það verið svona krafa frá atvinnulífinu að bankakerfi geti gert meira en leið sko þessi þyngdar, þessi sögulega, hvað maður að segja, sögulegi hrammur sem hvílir á íslenska fjármálakerfinu. Hver er að borga fyrir þetta? Já, endingu það ekkert nema viðskiptavini bankana. Það getur aldrei neitt annað borga fyrir það. Þannig að það bara dýrari fjármögnun og í landið þar sem stýrivextur eru reglulega háir þá verður þetta á kjörin sem okkur bjóðast enn hærri fyrir vikið. Þannig að það með ólíkindum að hver lítið svona hefur gengið í að skrúfa niður þetta þennan varúðar nagla eftir bankahrunið. Já, hvaða skýringu hefur á því? Það eins og segi, nú ríkið að fikra sig út af þessum markaði sem eigandi og við höfum nú rætt það hér í þessu þætti ofta að það væri áhugavert að ef Landsbankinn væri skráður hérna inn í Kauphöllina. Og það líka bara frábær, það svona stór biti þannig að þá þið í raun og veru markaðsvirði Kauphöllina mun hærra og erlendi fjárfestar myndu horfi meira mæli til Íslands. Já, þetta er eitthvað sem skiptir máli sko bara fyrir framþróun þessa innviðar sem Kauphöllin er. Þið sem að rýnið í markaðin og fáist við þetta. Vísitölusjóðir og fleira sko þetta blasir við að Landsbanki væri verulega áhugaverð viðbót við íslensku Kauphöllina. Algjörlega. Og svo er þetta alltaf stóra spurningin ríkisbanki eða það skynsamlegt. Það var þetta bara hvað sagan segir okkur sko. Já, það má þetta sjá svona til þess að kannski að storki ekki örlögunum á mikið að sjá fyrir sér að Landsbankinn verði bara skráður og ríkið haldi eftir einhverju kannski að fara að hluta til Íslandsbankaleiðina sem sagt og minka sig svo út með tímanum verður ekki að segja að það hafi verið reyns bara þokkalega farsælt Íslandsbankaleiðin þó hún hafi verið svona holótt á köflum sko. Já, akkurat, þetta er ekki maður alltaf bara, hvað maður að segja, maður er óþreyju fullur, ennþá ungur, þannig að þetta hefði maður viljað sjá þetta fyrir en bara nú er þetta skref stíð, þannig að maður er þetta alls allt með það. Og svo bara með þá virkilega hort til Landsbankans, svo ríki gæti því bara greitt niður verulega mikið af skuldum við það og ekki veitir að fjármagnskostnaðurinn okkar er svo gríðarlega hár. Þó við séum ekki það skuldsett svona í alþjóðlegu samhengi ef við bara hort á efnahagsreikninginn en við horfum á hver gjöldin eru þá svimandi háar fjárhæðir.
Já. Þannig að það ekki nóg að horfa bara á skuldsetningarhlutfalli í þessu tilviki. Þannig að það gríðarlega margt sem mæli með því að menn fari bara þessa leið og og auðvitað kannski ef við ætlum að taka þetta skref yfir í að vera með samkeppnishæft bankakerfi eða fjármálakerfi, að þá verði menn kannski svolítið að hætta að horfa bara til fortíðar heldur verði að horfa fram á veginn. Svo náttúrulega verður ekki framhjóðu litið að við náttúrulega viljum mikið tala um það, við viljum aukna nýsköpun í samfélagi, en til þess þarf við þetta, eða rannsóknir sína það, því lægra sem skatthlutfallið því meiri nýsköpunin í samfélaginu og svona háar kröfur á bankana náttúrulega væntanlega dregur það þá líka niður. Bara það þannig að þetta svona hvernig veginn allt, hvað maður segja, þetta hluta stærri mynd. Já, fjármögnunarkostnaður náttúrulega mjög íþyngjandi fyrir þá nýfjárfestingar og nýsköpun, það segir sér sjálft. En Helgi, við gaman að tala við fjármálakerfið og það er eðlilegt að við séum bæði ljósi þessara sameininga og samruna sem við erum að sjá og uppstokkun eins og kom fram hjá okkur áðan að það kannski með því að ríki fór algjörlega út úr Íslandsbanka hafa ákveðinu öfl verið leystúlæðingi að þá áhugavert að sjá hvað mun gerast í framhaldinu en svona þegar við horfum yfir hlutabréfahöllina kauphöllina og þau félag sem eru þar, hvað er svona Nú bara uppgjörstímabil kannski framöndan það sem með svona uppgjörun hafa undanförnu bara verið nokkuð góð og bara búast við því að það kannski verða áfram nema hjá blössum kannski sjávarútvegsfyrirtækjunum eftir okkur áskorunni þar. Já, þeim mun reyndar tekist merkilega vel að halda sjó. Já. En auðvitað er það... Það verið að draga úr veiði og svona sko. Það er svona miklar áskoranir þar. En það er rétt sem þú segir sko. Það er spennandi að sjá hvernig uppgjörinn koma núna út. Við erum þá að fá 9 mánaða uppgjörinn. En svona það er svona við erum að sjá góða að mörguleiti ágæta niðurstöðu hjá félögunum en það gerist kannski ekki mikið í kjölfarið eins og ég hóf kannski samtalið á að segja Nei, það er bara þessi stýrivextirnir þeir eru svona að halda þessu niðri. Já. Og svona okkar hagfræðingur hann sé fram á kannski að verðbólgan fari eitthvað niður þá öðrum fjórðungi á næsta ári. Já. Og horfið fram á kannski 75 til 100 púnta stýrivaxtalækkun. Þannig að það kannski eitthvað þokast þessu upp en þess að hafa alvöru dúndur í þetta þarf vantarlega stýrivextir lækka meira en það. En svo er þetta annað áhugamál hjá með núna andaförnum sko til þess að hvetja einstaklinga til þess að fjárfesta meira á markaðanum. Það er nefnilega svona... Þannig að það sem við erum að reyna að gera, að halda út í umræðu það. Það er nefnilega svona lágmarksþóknun alltaf á sem blessuðum hlutabréfum. Já. Hún er kannski ekki há, ég segja kannski 3.000 krónur, mann ekki hvort það sé 2.5 eða mismund eftir böngum sko. En það þýðir bara að hlutfallslegu kostnaður verður svo hárið og orðið bara að leika með 15.000 krónur eða hvað það er sko. Því ég held að það sé nefnilega mikið að skref fyrir að við sem þjóði erum ekki kannski miklu hlutabréfa fjárfestar. Þetta hefur alltaf verið svo þægilegt að geyma peningin inn á verðtryggðureikningum. Já. Þannig að ef fólk fæði svona aðeins að dýfa tánni með bara svona lága fjárhæðir, þú veist, 15 skall eftir eða hvað þetta er, sko, það sé ekki þessi blessaða lágmarksþóknun sem er að taka alla ávöxtun ársins þá frá þér. Þannig ég held einhvern veginn að bankandi þurfi einhvern veginn að leita leiða eða verðbréfamiðstöðin eða hvað þessi mikil kostnaði liggur. Þannig að það sé þá bara áfram bara eitthvað hlutfall af viðskiptunum að því í grunninn er kannski verið 0,75% þóknun á því að hún fá bara að halda sér. Ég held að það sé nefnilega, ef við fáum að æfa okkur með svona lægri fjárhæðir og venja svona aðeins að sinna því þannig að þetta þurfi ekki alltaf að vera einhverjir 100.000 kallar til þess að þá held ég að það væri stórskref líka. Sko. Þetta er nú bara mjög góð tillaga og svolítið í samræmi við það sem að ég hef nú stundur leyft mér að kvarta aðeins yfir því að þessi gjöld fyrir viðskipti séu full há hér á Íslandi og í Bandaríkjunum eru þau til dæmis, þar eru þau bara hverfandi með það sem við þekkjum hér, sem býr til þennan mikla markað í Bandaríkjunum. Það er svo auðvelt að fara inn og halda áfram eiga viðskipti. Þannig að
Það nefnilega merkilegt, það oft ekki eins og þessi þóknun sko, fyrir per viðskipti fyrir bara venjulegt fólk sko. Þannig ég held að þetta sé allavega liður í bara svona að kenna okkur betur á þetta og svo svona líðum betur á þessu markaði. Þetta nefnilega, þetta þurfi ekki að vera alltaf stór skref að mjög státt á hlutunum sko, og þá það svona bara hluti af uppeldinu, getur við sagt sko. Þetta nú frábær hvatning, Helgi, og ég tökum bara heilsugar undir það í hluthafaspjallinu. En við kannski látum þetta svona verða loka orðin Mér finnst það mjög gott að ljúka þessu á þessum nótum og til þess að við viljum stækka þá sem fjölga þeim sem að sjá tækifæri í kaupöllinni og taka þann með þátt í atvinnulífinu og þá leið hafa tækifæri til þess að efnast vonandi og ná góðri ávöxtun á sitt fé. En allavega ég þakka þér mikið vel fyrir komuna hingað og við segjum þá hluthafaspjallinu lokið í dag.